Það eru tinkercad.com, bara svona. Og það fóðu upp það hér. Það er þið hafa kannski þurft að loka veginn sem stúdent eitthvað fyrir þess en að lokum endið þið hérna. Og hérna sem sagt, nú ætlum við að tekna rás hérna. Við byrjum að vera hérna circuit, við erum bara rás. Og hérna bara create new, við veit ekki hvað þetta hérna er. Og þess að create new circuit, smetlið á þetta. Og þá fáum við þetta aukt vinnuborð hér. Og hér eru hlutinni sem við getum dregið inn á vinnuborðið. Og nú ætlum við þar að segja, við getum frá, hér er eitthvað að þeim hérna, svo hlutum. En svo getum við líka bara slegið þetta í nafn og skrifaði eitthvað nafn og þá koma þær upp sem ekki eru hér. En ég sá að hér var semst brauðbretti, hérna, þetta hér. Breadboard small. Við ætlum að taka þetta hérna og færa þetta hingað inn á. Þið séu að það blá lína í kringu það, það er fært á flutis og ef ég hreyfi þarna skrunhneppinn á músinni, hérna hér, þessu hjólið, þá minnka ég að stekka hlutin. Svona, ok, svona. Og svo smetli ég hérna, þá fyrir bláliðin í burtu, þá get ég ekki lengur hefði það. Og þetta er brauðbretti, á þetta bretti er röðu við íhlutunum, viðnámi og ljóstíu og flutis. Og hér er rafmagnið okkar, þetta batteri hér. Förum við það hingað og þið séu það blá lína í kringu það, þá er hann valinn í sér hlutur og ætlum að snúa honum hérna, hérna er þetta rotateina, snúa, svona. Og þegar það blátt þau líka færtan, það er bara hér, svona. Og það fyrir að tengja strax. Hvað er plús? Hérna uppi plúsinn, tengjum það í fyrsta gatið hér, svona. Þessi lína hér, hún er öll tengd saman til þess að hún er svona græn. Það er nú plús á henni allir í þessari línu hérna. Og hér ætlum við að tengja mínusinn, það er negatív, stendur hérna. Hérna er mínusinn hér, fyrsta gatið hérna, svona. Þá er hún öll tengd hér þessi lína hérna. Ok, nú komum við rafmagnarkortið. Á línuna hér og hér. Og hér á milli ætlum við að tengja ykkur rás. Og við skulum byrja að ná í hérna, það er rofa, hér er rofi. Svona, fyrir mann hingað og setjum hann hér. Þetta borð hérna er þannig að þið sjáu því smellið á þessar raðir hérna, það er ekki svona grænt. Það þýðir að þetta gat og þetta eru öll tengd saman. Það er einn vír á milli þeirra allra. Við fyrir hingað í plúsinn, sjáu þið, hann er alltaf tengdur saman hér. Og hér í mínusinn, hann er alltaf tengdur saman. Ok, þannig að rofin hér, það er að hér er sérlína fyrir rofan og hér er sérlína og hér er sérlína. Og svo veitum við þegar við fyrir að herma, þegar við kerum herminn, þá veitum við fært þennan sleða til að digg og þá miðjupinnin, já tengdur hingað eða hingað. Annað hvort, eftir hvort meðan þessi sleði er hér. Ok, við viljum að byrja að tengja miðjupinnan hér við rafmagnið hér. Þá bara setjum við bendirinn hér í, rautt, ítum á vinstrihnappinn og teiknum línu hingað og sleppum. Svona, komið. Nei. Svona, komið. Og svo tengjum við hérna nála viðnám, hér finnum við viðnám, hér er viðnám svona, hérna, tökum við það hingað, þá bara spellum við höldum vinstrihnappinn niðri og drögum það hingað. Svona. Og ég er við með valið blátt og þá hér eitthvað það, þetta er hlutur nummer 3 og viðnámið, resistantið viðnám er 1 kilóohm. Við ætlum að það 500 ohm, þetta breytum við sér í ohm og hér skrifum við 500 og svo ger ég enter, þetta er ríkis. Það þarf ekki. Ok, og hér ætlum að bæta við ljósdíóðu, þetta er LED hérna, light emitting diode, þetta er ljósdíóða, sleppum við það. Og nú fyrir mig hérna, ég ætla að lesa að hvor pinnin er hvað, þetta er anóða og hér er katóða, ok? Nú ætlum ég að færa þetta hingað yfir, þannig getur tengt anóðuna, nú er anóðan tengt hér, nú tengi ég anóðuna hér á milli, svona. Þannig að rafmagnið hér, svona. Og svo tengjum við úr katóðunni til jarðar, það er hér og hingað og svo slepp ég, það komið hvítur punktur hérna, svona, þá er þetta að sleppa. Ok, nú er þessi rás tilbúin. Rafmagn fer hér eftir, hérna eftir sem við hér inn í rofan, hérna yfir, hér niður inn í viðnámið, eftir sem við hér inn í ljósdíóðuna hérna, gegnum hana og lýsir hér niður til jarðar, 1-0. Ok, við bara prófa hana.
Þá ítum við hér á Start Simulation. Klikka hérna, svona grænt. Og ég smetti þetta ofan, sjáðu hann hoppar þetta á milli, digg, dag. Nú er slökkt hérna, ekkert ljós í honum, íti á hann, kemur ljós. Og nú ætlum við að mæla spennur, 2 spennur. Mælum, já, það er kannski spennu og straum, það er allt sem viljum. Upp að nokkru mæli, hvernig slekki á þessum slide switch hérna. Klikkum bara utan. Sko, hér er engin mælur. Þá skrifum við bara hérna uppi, search eða leitið, skrifum við hérna multimeter. Multimeter hérna. Það er fjölsviðsmælir, hann er hér, þetta hérna. Trúum við hingað inn hérna, svona. Og við veitum allt hvað það er að mæla, straum, eða ampere, spennu, eða sem er volt, eða viðnám sem er ohm. Við ætlum að vera hérna í spennu, ok? Og hér er sem sagt negatívi pólinn og pósitívi pólinn. Og við ætlum að setja negatíva pólinn hér, þarna. Og ég þarf að smella svona hvíta punkt, svona, ok? Og svo tek ég hér og fer með þetta yfirnámið hérna, bara hingað og smella þetta hvíta punkt, svona, ok? Og svo bara kveikja á ráfinni, spenninu fyrir utan, þá átt þetta út, svona, og hérna kveikjum á ráfinni. Og hérna mælum við 6,96 volt. Og við ætlum að mæla spennu líka hérna yfir ljósstíðuna. Ná við erum að stoppa þetta, svona, ná við nýja mæli hérna. Við erum bara hér undir. Það er bara hérna eitthvað staðar, svona. Og nú tengjum við negatífa hér í núllið hérna á jörðina og positífa hér í hérna, í anóðuna. Svona. Og nú kveikjum við aftur rósinni, hérna, Start Simulation, kveikjum. Og hérna mælum við 6,96 volt og hér 2,0, slökkum við rósinni hérna, slökkum, þá hérna millivolt, þetta er 0, og kveikjum, og slökkum, og kveikjum. Ok? Nú erum við bara til að vita strauminn. Strauminn, þá þurfum við að rjúfa einhverja rás einhvers staðar. Rásin er hér og hér, frá að rjúfa hana. Og við erum straummæli í seríu. Við erum gott bara að rjúfa hana, kannski bara við getum fært þennan enda hér, sjáu þið. Þessi bara, hvernig gerum maður þetta? Sjá. Og nú viltu sé teikna. Þannig að sjá. Þetta er undo, sjá, svona. Undo. Ok, það fyrir aftur þetta. Það er að fá línuna valda svona, og hvítan punkt, og þetta er fært hana. Það er hana bara hingað, svona. Ok, og núna ég mæli hérna, förum við hann hingað. Það er bara hér, svona, það er ekki fyrir neinum. Og nú þarf ég að fara með rafmagn sem sagt hérðan, inn í mælinn, gegnum mælinn, út úr mælinum og hingað inn, svona. Og verðum við á ampere. Sjá, þetta, ampere, svona. Ok, og sjáum hvað gerist. Sko, það spennu á hérna, nú sjáum við hérna strauminn, 13,9 milliampere, farið gegnum frá ás. Og viðnámið hér er 500 ohm. Nú skulum við bara prófa ganni að minnka viðnámið í 400 ohm. Þá var straumurinn að aukast. Sjáðu, fyrir upp í 17 milliampere. Hvað þarf viðnámið að vera svo að fá 20 milliampere? Ef hann prófið 350. Sjá, 350, já, 340, bingo, 20,3 milliampere og saman hérna. Þetta er svona leið til að tengja íhluti á brauðbretti og keyra rásina hérna, með því að kveikja hérna á herminum og stoppa á herminu og kolla. Já, nú er rásin komin, við skulum bara minnka hann aðeins þetta, þá smellum við þetta kortið hérna og förum að skrunhnappinn á músinni, svona, minnkar það niður, svona, og smellum fyrir utan, þá verður þetta svona. Til að gefa þér nafn, hérna sjáu þið Magnificent Volt með 200 waffi. Smellum á þetta, gefum þið nýtt nafn þarna. Og við skulum kalla þessa rás bara LED viðnám batteri, eða rafhlaða.
svona, ok? Og nú skulum við, og hún sjáðu hérna, all change is saved. Hún virðist bara vistast jafnóðum í skýið, jafnóðum og við teiknum hana. Nú ætlum ég að fara út, hérna smelli hérna á þetta hérna mósaik hér, Tinkercad-merkið hérna, smelli á það og þá fyrir við út úr þessu og það er bara okkar síða hérna. Og þá sjáðu hér áhrif sem við vorum að gera. Smelli hérna á tannhjólið hérna, sem er set option, hérna getum við kóperað hana, eða farkað við hana, eða eitt inni. Við veitum bara nefnir vera hérna. Þannig að þetta er svona það sem ég þurfa að smelli á hann aftur hérna og það kemur hann upp og svo smelli ég Tinker this, þá verður hún virk aftur. Nú kemur hún inn aftur eins og hún var áðan, svona. Við veitum bara kveikt á henni, ekkert mál. Þannig að þetta er svona það sem ég vildi sagt hafa og sýnt ykkur með Tinkercad. Hér er þetta rásinn sett upp á brauðbretti og keyrð á brauðbretti. Kveitum og slökkum við á stíðunni í hermi ham. Herði, takk fyrir.